Já, Gunnar Hlaðarsali einn af þeim sem settu svip á bæinn eins og stundum sagt hérna. Hann kom hérna í viðtal til mín í nóvember í fyrra og við ræddum ýmislegt en svona á leiðinni út að þá komumst við að því að það var margt sem að hann náði ekki að segja sem hann vildi segja. Þannig að síðan hefur við verið að reyna að finna tíma til þess að halda viðtalinu áfram og hann hingað kominn, Gunnar. Velkomin. Og með honum er Katrín Gylfadóttir sem aðstoðarkona þín af því að ég á svolítið erfitt með að skilja hvað þú segir stundum, þannig að ég fæ aðstoð. Já. Það nú eiginlega aðstoðarkona mín, getum við sagt. Eitt af því sem að þú sagðir að þeir vorum að bóta þú hefði viljað ræða meira var Donald Trump. Já, hann er veikum maður. Veikum maður? Já. Og hvað er að honum? Nei, það hann látar. Hann látar þú illa. Hann lætur svo illa. Já. Og hvað, en Bandaríkjamenn völdu hans sem forseta? Já, það hann bara pratar. Hann er ekki neitt. Hann er ekki með neina menntun. Er ekki með neina menntun? Nei, það er allt falskt. Hann búið falska allt. Búin að falsa allt, já. Já. En ertu hræddur að hann eigi eftir að eyðileggja mikið? Já. Eins og hvað? Hann búið ekki að láta herlög. Hann búin að setja herlög, já? Já. Nei, hann búin að siga þjóðvarliðinu í... Já, það er saman herlög. Já, hann ætlar að gera það núna á Chicago? Já. Já. Það er að taka í vegna það heita herlög. Þetta er sjóvelög. Sjóvelög. Það heitir því vegnandi. Hefur þú komið til Bandaríkjanna? Nei, ég andi að fara saman. Ekki að meina Trumpir? Nei, andi ég tói eitt að við saman. En þú segir hans er veikur. Hvernig er hann veikur? Hvað er að honum? Ég veit ekki að fá að vita það. Hvað er eiginlega að Trump? Hann er geðfallaður. Hann er? Geðfallaður. Geðfallaður? Já. Meinarðu að því hann er svo mikill? Já. Hann er með svona ofmat á sjálfu sér. Já. Hann heldur hann sé ótrúlega klár. Já. Sem hann er kannski ekki. Nei. Nei. Herðu, en að þið verum í utanríkismálum. Já. Annar sem er mikið í fréttum er Vladimir Putin. Hvernig lístur hann? Hann er mjög... Hann vil ekki fyrir. Hann veit að... Hann veit ekki að út að vera sjálfstætt land. Nei, hann vill það ekki. Nei, og útvenna... Það maður fann í bæfjallu, útvenna búið að liggja yfir sjálfstæðu. Þau búið líka yfir sjálfstæðu. Búin að liggja yfir sjálfstæði? Nei, þetta búið... Búið að lýsa yfir sjálfstæði? Já. Að lýsa yfir sjálfstæði, já. En hann vill það ekki, hann vill ekki að Úkraína fari í NATO? Nei, og þetta er bara hendur. Nei. Það er NATO og everybody að í týndi hann. En hvernig líst þér á Zelensky sem er í Úkraínu? Hvernig líst þér á Zelensky, forseta Úkraínu? Ég
Ég bara veit Nei, ekki. veist það ekki. Herðu, en ef ég má spyrja meira utanríkismál, að ríkisstjórnin hún ætlar að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða hvort við eigum að taka upp aðildarviðræður Evrópusambandið. Líst þér á það? Myndirðu vilja að Ísland gengi í Evrópusambandið? Nei, ótala nei. Ótala nei. Já. Ótalandi nei. Það var þvert nei, þú vilt það bara alls ekki. Nei. Af hverju ekki? Alltså det som ett av fem vi som ett av fem vi löndin. Nú, hvernig þá? Inni. Hvernig þá? Sumir segja að það verið þá lægri vextir ef að við göngum í Evrópusambandið. Det är bara tangtapu. Tangtapu. Skáldskapur. Já. Já, ég held að það sé eitthvað leiti rétt. Eins og margt. Það er margt í ákveðslega skáldskapur. Herðu, segðu mér, ef við förum hérna heim, þú keyrir ekki. Nei. Og þú lappar mikið. Já, og þetta dægduðu. Tekur þú strætó? Já. Hvernig finnst þér strætó þjónustan vera? Svona, þetta var mjög letið í, það var mjög lélagt. Var það lélegt? Það var Já, það. og er það betra núna? Öllítið. Já. Det umbyrja að það veit. Já. Ég hérna er saman, ég tek strætó Já. og það var þannig að stundu beðið maður út á stoppustu og strætó bara kom ekki, bara datt út ferð og eitthvað svona. Já. En það hefur ekki gerst hjá mér í bara 1,5 ár, þannig að ég er eiginlega mjög ánægður með strætó og svona undanferðið. Já. En, þú finnst þér strætó svo strætó segja skána? Já, öllítið. Já. En að þú labba svolítið mikið, að þá hérna, og ég labba líka, Já. og labba hverfisskutuna, þá þarf ég alltaf að vera að passa mig á hérna hlaupahjólunum, af því að þau keyra svo hratt Já. og það er svo þröng gangstéttin, Já. að maður er kannski að mæta einhverjum og þá þarf maður að stíga út á eiginlega hraðbraut hérna fyrir. Hvernig líst þér á þessu hlaupahjól? Þetta andri steypa. Það er ekki að steypa? Já. Já. Að leiðast fjöpastólita mann nota þessi hjálminn. Nota ekki hjálminn? Nei. Nei, það er rétt, það er eiginlega enginn með hjálm. Nei, það að taka fjöpastólita uppheim. Já. Hann hefði sagt að hérna, læknir sem er á bráðavaktinni að þetta séu alvarlegustu slísi sem að gefa flest alvarleg slís séu út á hlaupahjólum. Já, og mikið til. Já. Og lítið döð. Lítið döð og döð. Man látið á hlaupahjólið. Ég veit þetta mitt sætt. Já. Þetta höfðið eftir á neitt. Nei. En hvað, viltu bara banna hlaupahjól? Já, hann og hann var hjálmarskyldu. Já, hjálmarskyldu. Já, annarkort. Já, annarkort. Já. Já, þetta hljómar nú skynsamlega. Þetta hljómar skynsamlega. Já. Hefur þú farið á hlaupahjól? Nei. Nei. Ég getur það ekki að því að þú ert hérna... Já. Já. Þú hefur ekki alveg stjórn á höndunum. Nei. Nei. Þannig það er erfitt að stýra þá. Já. Já. En hefur hlaupahjól, það er ekki hlaupahjól keyrt á þig? Nei.
Nej, Pepperoni fyrir manni að labba. Já. Það letta Pepperoni út í tippu og toppin. Já. Þú labbar svolítið mikið, ekki? Já, það alltaf letta Pepperoni fyrir. Það eru fyrir, já. Já. Þú labbar svolítið mikið, ekki? Já. Þú labbar mikið? Já. Ertu með svona síma sem að geta sagt þér hvað þú labbar mikið? Nei. Nei. Nú tími ónýta völd. Já. En notarðu farsíma? Já, þetta er ónýtt. Ónýtt? Já, Akkurat. nú tími ónýtt. Líst þér ekki á svona þróun tímans? Nei, það er á langt haf. Ekki á þetta haf. Eitt sem að hefur verið að gagnrýna í sambandi við svona þróun tímans er hérna, það verið þétta byggðina hérna, það verið að byggja hérna mikið. Já. Hérna við erum í Bólholti og hérna er Heklureiturinn og svo er Orkureiturinn og það er verið að byggja gamla sjónvarshúsið og hvernig finnst þér svona þróunin á Reykjavík? Því þú lappar svo mikið og sérðu mikið á Reykjavík. Þetta andi úti på höll. Nú? Alveg út í höll. Já. Þannig finnst þér borgin ekki verða fallegri? Nei, mjög jó. Það búið að demma hana mjög mikið. Já. Það búið að demma Laugaveg og Miðbæ og Hlemm. Já, Hlemm. Já. Þú varst ekki mest að selja hérna niðri við Reykjavíkur apótek? Jó, það búið að demma það. Þú fjast ekki staðinn hans hérna Óla Blaðasala? Jó. Þú er leita auðun Blaðasalar. Það annars að heita auðun. Auðun, já, alveg rétt. Auðun Blaðasalar. Já. Þannig að það er fallegt hérna horn, það sem að Reykjavíkur apótek er. Já. En svo fer maður það sem er búið að byggja hérna Hafnartorg og svona. Já. Finnst þér það fallegur staður? Nei. Það á ekki við dömuhús. Það á dömuhús að standa. Það dæmi þetta við var dömuhús. Að leyfa gamlu húsunum að vera? Já. Herðu, hérna, þú komst í viðtal hérna í nóvember. Heldur að ykkur verið að hlusta á það eða að horfa á það? Hefur þú hort á það? Það get vel verið. Hæ? Það get vel verið. Það getur vel verið að þú hefur hort á það. Já. En hefur þú hitt eitthvað sem að hefur séð viðtalið? Já, það Heimir maður minn Heimir yfirmaðurinn? Já. Hvernig er hann yfirmaðurinn? Nei, þetta er að vinna. Já, hvað er þetta að vinna? Mosó í hérna... Álagsfoss. Já, og hvað ertu þá að búa til? Það rífa niður. Rífa niður? Já. Já. Rífa niður lat og að rífa mig með lati. Rífa niður löt. Föt. Rífa niður gömul föt? Já. Nei, lat á rúminu. Já, rífa niður lag. Lög á rúmi. Er það svona föt sem er ekki hægt að nota sem eru tætt niður eða? Já, og Antonur svona dömur föt og það var rúmföt.
Já, hvað vinnur þið mikið? Ég bara vil hafa einu til hafa dæmi og eitt hafa dæmi auðvitað fyrir mig. Já. Hálfan daginn Já. einu sinni í viku? Já, og stundið tvisvar. Hvað er þú gamall? Má ekki að spyrja því? Þannig að þú byrjum mig seinast. Já, ég er bara búin að gleyma því, það var í nóvember. Ég er búin að gleyma því, það var í nóvember. Mér minnir að koma mér á óvart. Hvað er þú gamall? Ég er tíma á enda en svo. Þú er eldri en ég? Já. Þá er þú hundgamall? Nei, það lagði þetta svona. Já. En ég spurði hvort að fólk hefði hlustað á viðtalið af því að við ræddum svolítið síðast hvernig það væri að þú ert erfitt með að tjá þig. Já. Við gætum orðað öðruvísi að ég á erfitt með að skilja þig. Þannig að vandinn er kannski hjá mér. Já. Þetta allir með sína veitleika. Já, allir hafa sinn drösul að draga. Já. Ég er alltaf vel að vinna í mínu þetta langt tíma. Já, en finnst þér þú ekki hafa fengið svona meira að bera heldur en flestir? Það er svolítið erfitt að geta ekki tjáð sig og ég býst við að þú upplifir það að fólk kannski ég erfitt með að hlusta og býði að þú eftir að þú hættir. Ég oft anlendi í ombyrtu út og þetta. Oft anlendi í ombyrtu. Ofbeldi? Já, og þú þetta til að mig eftir. Nú, hvernig þá? Til að mig að tenna mig hutið það ég gera eftir það hutið ég tátta svona dæmi það eitt að það var með það þú má eiga það og svo henni byrja mig að bónd að segja að dela. Já. Það verið að, ef ég skilir rétt þá verið að saka að gera eitthvað sem þú gerðir ekki. Já. Og þú átt erfitt með að bera af þér sakir af því að þú átt erfitt með að tjá þig. Þetta er að segja þetta er það er eitt að gefa mig og ég handa það er að dela og láta mig bónda. Og það er vegna þess að þú átt erfitt með að verja þig. Já. Herðu, en þú komst undirbúinn með spjald. Já. Þú réttaði aðeins upp og sýna það. Þetta eru svona myndir, þetta er mynd af Trump og svona sem við erum búin að ræða og þannig Strætó og hérna. En þú ert meðal annars með mynd af Reykjavíkurflugvelli. Já. Hvað viltu ræða Reykjavíkurflugvöll? Hann það er búið að byggja og mikið saman. Byggja og mikið í náróttunum, búið að þrengja að flugvöllunum eins og sagt. Já, mjög mikið. Og lítið flugvellarsafnið. Ekki flugvellarsafnið á Akureyri? Flugvellarsafnið sjóti allir ekki það fylgdi svo mikið af. Já. Þannig að þú myndir vilja hafa flugvöllin 3 flugbrautir og flugvellarsafnið. Já, og þetta fylgdi nálega ekki og fylgdi svo mikið af. En nú ég svolítið hissað vegna þess að þú ert valsari og valsmenn hafa grætt rosalega mikið á því að selja lóðir alveg ofan í flugvellinum. Ertu ekki ánægð með það? Nei. Nú.
Þið eru svo ríkt félag og kaupið leikmenn og ég er káringur og við erum bara að berga okkur á falli. Nej, vi tyckte att typ av pappa hennar. Já. Jag talar David Sigurdsson. Gylfi Sigurðsson. Ja, vi tyckte att typ av han, jag talar han för pappa. Ég trúði ekki að hún sé dóttir Gylfa Sigurðssonar. Nej, jag bara tog sådana dæmi. En hann farin í Víking, eða ekki Gylfi? Gylfi farin í Víking. Ja, vi tyckte att typ av han. Já. Herðu, en að því að tala um Val, þá voruð ekki að keppa í úrslitaleik í bikarnum helgina? Jú. Hvernig fór? Þetta ömurlegt. Ömurlegt. En mér finnst allir svo glaðir að litla félagið á Ísafirði og Bolungarvík vann. Nei, ekki ég. Ekki þú, nei. Það allir glaðir nema Valsar. Já. En þið standu ykkur ágætlega í deildinni, allavega betra en KR. Að ég er að tala um Valur og KR, það búið að vera stríð á milli. Já. Ef að Valur er að vinna eitthvað lið, er það skemmtilegast ef það er KR? Er skemmtilegast að vinna KR? Já. Og ég veit það. Ég veit það. Já. Það eru margir KR-ingar mun eftir einum leik sem að unnu held ég 7-0 á Hlíðarenda og þeir muna ennþá eftir því, það gerðist fyrir 20 árum eða eitthvað. Þeir eru ennþá að hugsa um það. Hvað var gaman að vinna Val? Þú lite gaman að vinna KR á heimavöldi sínum með svona mikið mun. Já. En ferðu þið alltaf á völlinn? Nei, ha? Ég búið tap á honum. Tapar á honum? Já. Nú. Nei, ég býr svo langt frá. Af því að? Hann býr svo langt frá. Það býrðu þú langt frá? Já. Já. Ég er líka búin að tapa á honum. Ég er eiginlega hættur að fara á völlinn. Já. Við þroskumst. Já, þetta búið að dæma, þetta mann búið að dæma leikinn. Búið að skemma leikinn? Já, með svona töflu. Að töpa leikmenn. Já. Og láta hála við dán. Já. Láta hatta á leikinn. Það er mikill hávað á leikum. Já. Það er mikill hávað á handbolta og töfubólta. Ég man eftir eins og fór ég með son minn sem að þá var eitthvað 7 ára gamall einmitt á Hlíðarenda inn í, þá var handboltaleikur. Já. Og ég hélt fyrir eyrun á honum allan tíman að því að það var eiginlega ekki líft þarna inni fyrir börn með viðkvæm eyru. Nei. Og maður sé það líka að sum börn eru með svona, hvað heitir þetta, heyrnartól. Já. En segðu mér með fótboltan, horfður á fótbolta í sjónvarpinu eða hafður bara áhuga á Val, miklu meira heldur en hvort þú hafður áhuga á fótbolta? Ertu að horfa á enska boltan eða meistarabildin? Nei, ég er fullur. Hlutlaus? Ég er fullur núna, ég handa minn, ég eldi að handa minn neinu. Haldur ekki með neinu leið. Herðu, en þarna er það sem þú týndi saman á spjaldið. Þarna ertu með mynd af Samfylkingunni. Já. Ertu Samfylkingarmaður? Nei. Nú? Ég. En af hverju viltu tala um Samfylkinguna? Þetta er nazistarflokki í Ísland. Hæ? Nazistarflokki í Ísland. Nazistaflokkur Íslands. Nú? Þetta er nú svolítið djúpt í árin að tekið. Já. Og það ekki reyðuna Samfylkingunni? Já, ég hafa vendur að sér. Ég tala af minna vendur. Og þinni reynslu? Já. Er það Samfylkingin í Reykjavíkurborg? Já, já. Sem var ekki góða reynsla af henni? Já. En þú ert líka að gagnrýna hlaupa hjólinn og þú ert að gagnrýna þéttingu byggðar og að þrengta Reykjavíkurflugvelli, þannig að þú ert ekki ánægð með stefnu Samfylkingarinnar. Nei. En þú ert þarna líka með mynd af Perlunni á hverju? Já, ég starta að tala dæmi það heilíum mittöð.
Mikil mistök. Já. Að selja perluna. Nei, Að byggja hana. nej, mistök. Eilíða mistök. Alltaf det samma mistök. Þetta lægja andi. Þeir lægja andi að mistöki sínu. En segðu mér eitt hérna að því ég nefndi að þú hefði verið blaðasali niður í bæ. Já. Saknar þess að vera niður í bæ að selja blöð Já. og hitta fólk og... Já, ég åt själva därför att måste börja säga nyheter fettir. Hann segir okkur nýjustu fréttir í staðinn í dag. Í staðinn. Já. En ef að þú færir með mokkan, Já. og það er nú ekki til, það er bara mokkin, Já, heimildin, og þú færir niður í bæ, Já. heldur ykkur myndi kaupa mokkan? nei, þetta alltið frá í áttið. Það fáið þig áskrift. Já, Þannig það er að selja blöð í lausasölu, það er bara búið. já, það, Já. Þannig að það er hluti af, það myndi segja, hnignun fjölmiðla. Það er að Já. þú þitt starf eiginlega úreldist. já, Það er enginn að selja blöð í dag. nei, þetta búið að dæma mikið. Já. Sambytta dót. Herðu, Gunni, erum við ekki bara búin með hérna, heldur að þegar við löpum hérna út á eftir að þá munur eftir eitthvað sem þú vildi tala og þú þurfur að koma aftur? Já, ég það tala mjög mikið eftir þetta allt ombætti ég letti í. Ofbeldi sem þú lentir í? Já, ótrúlega ombætti. Var það sem að það var verið að sakað að hafa gert eitthvað sem þú gerðir Já, ekki? Og var svo láttu borga fyrir það? Og meira. Og meira? Já. Hefur þú verið lamin? Jú, öðruvísi ombætti. Svona andlegt ofbeldi? Ha? Andlegt ofbeldi? Já, þetta vita eftir það ég er að meina. Þú verður þá bara að koma setna og ræðu um það. Ha. Hérna myndina sem hún týndi til, hver týndi þessa myndi til? Hún. Já, hjálpar við það? Já. Þú sammála töff, hann er stjaffattur. Já, ég held að sé hættulegur maður, já. Ha? Ég held að sé hættulegur. Hann er stjaffattur. Geðfallar, ég kann ekki meta það, sko. En hann er með mjög furðulega hugmyndir sjálfan sig og stöðu sína í heiminum. Þannig að ég held að sé, hann er allavega andlega veikur, myndi ég segja. Já, þetta er þetta saman og stjaffattur. Stjaffattur er svo vitt orð. Það er svo vítt orð. Já, mjög vitt og tegir í alla áttir. Já, ég þekki ekki. Herðu, en við skulum þá bara segja gott í bili og þú setur upp húuna, þú ert með Dancing Queen, hérna Abba. Hlustar á? Og Abba, Já, hlustar það mikið á Abba? Já. Já, ok. Herðu, takk fyrir komuna, Gunnar, svo bara sjáumst við seinna. Kæra þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram, ég þakka Katrínu aðstofuna, og við ætlum að halda hérna áfram, við erum alltaf að reyna að skilja þetta líf, næsti kafli er eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.